Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta geti vaxið og dafnað nauðsynlegt að vera með góða stuðningsaðila á kantinum. Netto einn af samstarfsaðilum hlaðvarpsins og ég get ekki lýst í hvað það þægilegt að versla í appinu þeirra og fá sent heim að dyrum. Ég mæli svo sannarlega með því fyrir önnum kafifólk. Þessi þáttur einnig í boði Unbroken. Unbroken náttúruleg orka í freyðitöflu sem unnin úr vatnsrofnum laxapróteinum. Líkaminn okkar, hann eyðir litlum sem engum tíma og orku í að melta því að þetta svona formelt og það gerur okkur kleift að hefja endurheimt bara strax eftir inntöku. Og það sem ég elska við Unbroken að þetta gefur mér aukna orku án koffíns og það skemmir líka ekki fyrir að Unbroken hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið af því að það inniheldur B12 og sink og selen. En Unbroken fæst einmitt í heilsuhillum Netto. Ég sitt hérna í Nóa Sirius stúdíó í podcast stöðvarinnar og ég komin með alveg frábæran gest. Hún heitir Þorgerður Sigurðardóttir og sérfræðingur í kvensjúkdóma og fæðingar sjúkraþjálfun. Hún með síðu sem heitir Kvenheilsan mín og þar sem hún með alls konar fræðslu ýmis málefni sem tengjast heilsu kvenna. Er það ekki rétt? Það mikið rétt Já. Og heitir Kvenheilsa á Instagram. Kvenheilsa á Instagram, já. Kvenheilsan mín á Facebook. Ok, einmitt. Þannig að mér langar bara svona aðeins kannski bara að leyfa þér að kynna þig og hvaðan þessi áhuga á kvenheilsu spratt. Og þannig við förum með að kafa dýpra í kvenheilsuna. Það stórt. Já, ég nú bara stelpa frá Stykkishólmi, næstings 6 systkina og mikil ævintýramanniski í æsku og fór á Snæfellsnesinu til Ísafjarðar í menntaskóla og síðan lá leiðin í heilbrigðistengt nám og það var einhvern veginn mjög fljótt ljóst fyrir að ég væri að fara í eitthvað tengt heilbrigðiskerfinu. Kannski að því að mamma mín var ljósmóðir, ég veit ekki hvort það hefði áhrif á mig eða hvað. En ég endaði sjúkraþjálfun eftir að hafa spáð í alls konar hluti og útskrifaðist fyrir löngu síðan á síðustu öld. Og byrjaði bara í almennri sjúkraþjálfun og síðan eftir nokkur ár í starfi að þá kannski svolítið svona dramatískt að hugsa það tilbaka. Þá fæ ég konu í meðferð sem send af heimilislækni með þessa greiningu þvagleiki. Og ég hafði í sjálfu sér aldrei hugleitt þetta. Var búin að eiga 1 barn sjálf á þessum tíma og var bara að sinna alls konar sem kom í hendunar á manni í vinnu. Og þessi kona sagði við mig þessa setningu, ég ekki farin að fara neitt lengra en út með ruslið. Og þetta var einhvern veginn svo áhugavert og kannski svolítið sorglegan hátt. Svo ég reyndi mitt besta með að hjálpa þessari konu og það hafði svona rosalega mikil áhrif á lífsgæðinar. Og það svona svolítið hvatti mig áfram með að kveikti einhverjar perur og áhuga. Svo ég fór að leita mér endurmenntunar á þessu sviði hérlendis, eða sem sagt aðalega erlendis því það var ekki mikið í boði í Íslandi. Og fór svona alltaf smátt og smátt meira og meira inn á þetta svið og hef núna í langan tíma verið eingöngu á þessu sviði. Ég hefði aldrei heyrt þennan titil áður. Kvensjúkdóma og fæðingar sjúkraþjálfari. Já. Eru þið margar? Nei. Eða mörg? Nei, við erum 2. Einn sem starfar á Landspítala og ég og síðan samstarfskona mín sem ég leiðbendi í framhaldsnámi á leiðina að fara að fá þessi sérfræðiréttindi. Málið að sem sagt landlæknisembættið gefur út sérfræðileyfi til sjúkraþjálfara á ýmsum sviðum, þar á meðal þessu sviði og maður þarf þá sem sagt að fara í framhaldsnám eins og í mínu tilviki fyrir ég í meistaranám í Háskóla Íslands. Það sem að rannsóknarverkefni mitt þarf að vera á þessu sviði. Síðan þarf ég að hljóta handleiðslu í starfi í svolítinn tíma áður en ég get sótt sérfræðiréttindi. Þannig að ég þarf að vera handleitt af aðilum sem eru til þess bærir
til þess að styðja mig í það að geta verið kalla mig sérfræðing. Já, þannig að það ekkit auðvelt að stækka þessa stétta þegar svo fáir fyrir til að handleiða. Já, og í mínu tilviki fékk ég handleiðslu frá læknum og norskum sjúkraþjálfara sem hefur verið með mér í gegnum allar minn námsferil að ég hafði ekki sjúkraþjálfara til þess að handleiða mig. Einmitt. En hvað kvenheilsa? Þetta náttúrulega svo rosastórt hugtak, eða ekki? Þetta risastórt hugtak og kvenheilsa kannski bara allt sem að einkennir okkur eða skilgreinir okkur sem konur og að sjálfsög getur fólk verið fætt í öðru kyni en skilgreint sig sem konu en við erum að sjálfsögðu mjög háðar hormónastarfsemi okkar sem gerir okkur öðruvísi en karlmenn og við erum náttúrulega ekki litlir kallar og það svo margt annað sem á við konur en karla að þetta getur verið á svo við sviði það var alltaf hægt að telja það upp en það bara einhver það sem einkennir okkur sem konur. Getur komið einhver dæmi svona helstu, hver helstu ástæðinu fyrir að konur leita til þín? Já, algengasta ásök þess að konur leita til mín vandamál tengt grindabotni eða jafnvel kvið og auðvitað þetta oft miklu stærri mynd en við erum að tala þvagleika, blöðrusig, leggsig, vandamál frá endaþarmi eins og það haldi ekki að hægðum stundum sem afleiðinga af erfiðri fæðingu konur sem eru að glíma við verkjavandamál til dæmis konur sem eru með endometriósu það eru alls konar heilkenni sem að geta haft áhrif á verkjamál frá grindabotni eða kvið og oft tengist þetta svo sem heilsu mjaðmagrindar baki og hormónastar sem okkar þannig að það svo mikilvægt að líta á manneskjuna sem heild og sjá í raun og veru við erum aldrei að meðhundla einn vöðva, við erum að reyna að styðja aðstofa mannesku. Já, heildrænt. Já, eins mikið eins og hægt og þetta kemur viðkomandi tilmars út af einhverju sem hefur trublað heilsulega eða trublað lífi eða lífskeiði. Þannig að ef einhver kemur til dæmis bara með þvagblöðrusig sem hljómar svona stórt, hvernig virkar sjúkraþjálfun? Hvernig æfingar eða hvað gert? Það kannski ekki bara æfingar, alls konar? Nei, en auðvitað eru æfingar oft mjög mikill partur af því að styðja konu og hjálpa sem að glíma við blöðrusig eða leggsig en það náttúrulega að skoða hana og meta bæði styrk í vöðvunum hvort það sé spenna og verki sem geta haft áhrif á það hvernig hún að beita sér og læknar venjulegast meta hversu mikið sig þó maður finni það sjálfsögðu með skoðun en þetta getur falist í náttúrulega æfingum og þetta getur falist í ákveðinu svona atferðlis meðferð eða fræðslum það mjög mikilvægt þegar kemur að segja hvernig maður beitir sér, hvernig maður lyftir þungu, hvernig maður nota kroppin sinn í að beygja sig niður og lyfta einhverju þungu upp. Margir náttúrulega lyfta upp litlum börnum eða öll þurfum að lyfta matvælapokum og svo framvegis og þetta getur snúist hvíldarstöður, leiðbeiningar klæðnað til dæmis. Það getur til dæmis verið mjög slæmt að klæðast þröngu þegar maður með blöðrusig að því að þá fær maður svo mikið þrýsting á kviðin og það skapar þrýsting niður í botnin og bara fræðslum beitingu, fræðslum meltingarheilsu sem eru óbáslega mikil áhrif á nánast allt í grindabotni. Það einu hvernig meltingin okkar Okay. Og já, þannig að já. En algengast að þetta sé eitthvað tengt meðgöngu, á meðgöngu, fyrir meðgöngu eða eftir eru líka bara konur almennt ótengt meðgöngunni að koma? Að sjálfsögðu eru meðganga og fæðing stórir áhrifavaldar í lífi okkar en við getum verið að glíma við ýmis vandamál hvort sem við eignumst börn eða ekki og koma margar ungar stúlkur eða ungar konur sem eru að glíma við
verkjavandamál í grindabotni sem geta verið tengt öðrum vandamálum, geta oft verið tengt andlegri heilsu, geta verið tengt áfallasögu og þannig að þær hafa kannski ekki orðið óléttar eða fætt börn og hefur ekkert með það að gera og náttúrulega eins og til dæmis endometriósa eða önnur. Er það legslímuflakk? Já, oft bara kallað endó sem er bara miklu þjálla og auðvitað orð. Hvað er það ef einhverju sem er að hlusta vita ekkert? Já, og þá spurning hvort ég sé rétt að mannskjans að lýsa því. Okay. Já, en sko endometriósa er í raun og veru þegar að það finnst legslímhúð inn í kviðarholi og það getur kannski einhver komið útskýrta betur en sem sagt að þessir einstaklingar eru með vott af legslímhúð inn í kviðarholi, ekki bara inn í legi og út frá þessum blettum eða þessum frumum getur blætt og það myndast oft samgróningar og það getur haft mjög mikil áhrif á kviðarholið og alveg niður í grindabotnin. Það geta verið samgróningar milli blöðru og legs, það geta verið samgróningar í alls konar himnum út í ristil sem er náttúrulega stórt líffæri. Það getur haft áhrif á blöðruheilsu, getur haft alls konar leiðinniverki í för með sér, getur þessar konur að upplifa oft mjög slæm verkjakost og það er á mjög svona breiðu bili kannski hvernig konum líður með endometriósu. En þær hafa oft mjög mikla spennu í grindabotni sem afleiðingu af því að þær eru að fá þessar litlu blæðingar inn í kviðarhol og grindarhol. Já. Og það er alltaf til ráð við öllu? Já, það sem er mikilvægast af öllu er að það sé hlustað á konur og konur viti að það víða til hjálp. Ég er ennþá að reka mig á það eftir að hafa starfað í kvenheilsu í 30 ár að konur viti ekki alltaf að það sé til hjálp. Okay. Og í flestum tilvikum getur maður bætt heilsulíðan og lífsgæði að sjálfsögðu hjálpa maður ekki öllum með að læknar alla en það sem er svo leitt er að margar konur hafa átt mikla þrautagöngu í heilbrigðiskerfinu án þess að það sé hlustað eða það fái þeim sé vísað áfram til dæmis ef að viðkomandi sem þær hitta hefur ekki ráðinn að þeim sé vísað áfram því við getum ekki alltaf ætlað til þess að einstaklingunum til þjóðfélaginu viti hvað ráðunum og viti hvað leiðan á að fara í kerfinu og ég heyri þetta að konur hafa oft haft langa sögu án greiningar sérstaklega konur með verkjavandamál og mér finnst eins og heilbrigðiskerfið hafi kannski svolítið brugðist þessum konum þó að þarna sé að sjálfsögðu fullt af góðum heilbrigðisstarfsmönnum, læknum, kynfræðingum, sálfræðingum og öðrum sem vísa áfram og hjálpa en það eiga margar langa þrautagöngu. Hvað getum við gert betur og hvernig? Við þurfum kannski svolítið mikið að fræða hvort annað, við sem störfum í heilbrigðiskerfunum og við þurfum að vera duglega að vísa konum áfram og ef maður hefur ekki lausnina þá þarf maður að reyna að finna réttu leiðina fyrir einstaklingin ef að ég til dæmis get ekki hjálpað einhverjum og mín úrræði eru uppurinn eða ég finn ekkert út hvað ég get gert þá reyni ég að vísa aftur til tilvísandi læknis til dæmis eða benda viðkomandi á að það sé meiri líkur á að málin leysist ef hún tala við sálfræðing eða ég vil kynfræðing og svo framvegis en það er mikil skylda sem hvílir á okkur finnst mér að vísa konum áfram en í dag eru reynda konur upplýstari heldur en þær voru fyrir 30 árum að það séu fagaðilar sem eru að meðhöndla og að það séu sjúkraþjálfarar á þessu sviði eins og til dæmis hvort sem við erum að tala verki eða þvagleika eða blöðru sig. Og svo náttúrulega eru fæðing og meðganga miklar áhrifavaldar og það komur náttúrulega konur á öllum aldri og aldur er aldrei ástæða þess að halda það sé ekki hægt að hjálpa. Ég fengi áttræða konu sem sagði, akkur það var enginn búin að segja mér fyrr að það væri hægt að hjálpa og akkur að þessi leið væri til.
Ég skil. Þannig að við skulum aldrei afskrifa neitt. Nei, aldrei var seint að leita sér aðstoð. Aldrei var seint. Nei. En mér finnst stundum svolítið gaman að fá einhvern viðtal þegar ég veit ekkert. Eða veit lítið, kannski var það þannig. Að þá spyr ég kannski eins og þeir sem að hlusta. Sko varandi blöðru sig og leg sig, þetta eitthvað sem ættgengt, hægt að fyrirbyggja þetta? Af hverju gerist þetta? Góð spurning. Sig á líffærum sem venjulegast þannig að aðliggjandi líffærum svo blaðra, leg, jafnvel ristil þrýstast inn í leggöngin og konur upplifa fyrirferði í leggöngum, finna fyrir þrýstingi, þreytu eða tókuverki og svo framvegis, í sjálfu sér frekar mikið tengt erfðum. Þannig að það má segja, það svolítið ættgengt. En þessi þættir hafa líka mjög mikil tengsl við fæðingu og sig mjög sjaldgæft hjá konur sem hafa ekki eignast börn. En það getur samt sem áður komið fram ef það sterk ættasaga. Systur eða mæður eða ömmur hafa upplifið þetta. En sig mjög tengt fæðingu. Aftur á móti einkenni svo þvagleki ekki jafn erfðatengdur. Þannig og þá getur maður að spyrja sig hvað þá í gangi, af hverju sig svona erfðatengt. Það fyrst og fremst talið að það sé tengt því að stuðningsvefir líkama sem við kallum einnafni bandvef það sem við kallum óvirkur vefur, ólíkt vöðvum, sem virkur vefur sem við getum haft áhrif á með þjálfun, að við getum verið með meðfædda eiginleika í bandvef. Sem sagt, í grindabotninum erum við með mjög sterkar og miklar himnur, við erum með liðbönd, við erum með alla þessa vefi sem að styðja við líffærin í okkur. Og meðganga og hormónabreitingar og síðan stækkandi leg og síðan fæðingin sem í raun og veru mikill ferill sem að grindabotni fyrir gegnum upplifir, eða sem sagt verður fyrir, að þessir þættir hafa mikil áhrif á þennan bandvef og í sumum tilvikum óafturkræfan, en að sumuleyti jafnar sumt sig ágætlega, en þá höfum við vöðvavef sem að við getum þjálfað og styrt, og ef að sig á líffærin, hvort sem að blöðru sig eða legg sig, ekki orðið mjög alvarlegt, að þá getur grindabótstjálfun og þessi fræðslóta sem ég var að telja upp áðan haft afgerandi áhrif. Annars bara aðgerð eða? Já. Þá fara konur í aðgerð og það vissulega betra heldur en að búa mjög skert lífskeiði. Flestir læknar á þessu sviði reyna allt áður en að konur eru settar í aðgerð. Og það til dæmis mjög mikilvægt fyrir ungar konur að reyna að tækla þetta í sínum eigin kroppi ef það möguleiki. Því að það er erfitt til dæmis að fara í endurteknar aðgerðir og svo framvegis. Þannig að meðan við getum gert þetta með öðruvísi aðkomi, þá er það mjög gott, en svo eru bara ákveðin hluti kvenna sem þarf að fara í aðgerð. Og þá er það eigum við þessa flottu fínu læknar sem gera gott starf. En þannig að raun og veru þetta kallað þetta sig, það gæti alveg verið eitthvað smá, en ef þú finnur ekki fyrir þig og lífskeiðin ekki skert, þá ekki endilega gert. Nei, þá ekki endilega gert. Nei. Og það talað um að margar konur eru með sig en veit ekki af því. Þá það kannski sig sem skilgreind gráðu 1 og hefur engin áhrif á þig og kannski truflar þig ekki neitt. Þannig helstu einkennin eru þessi, eins og talar, þetta síg onni í leggöng og svona. Já, að upplifa fyrirferð í leggöngum, sumar konur finnst að vera jafnvel alveg komið niður að leggangaropi, þrýstingur, tóg, verkir. Þannig að fyrir ekkert á milli mála? Nei, ekki þegar það ágerist, en eins og ég segi, það margar konur eru með sig af fyrstu gráðu og finn ekki fyrir því. En það er talað um það að minnstakosti helmingur kvenna upplifi sig einhver tíman ævinnar og það getur verið fyrst eftir fæðingu og það síðan gengið tilbaka.
Er það bara þessi lagast. tilfinning eins og ég upplifði því ég átti fyrsta barnið mitt að manni líður svona eins og það hangi handláð í klófinn á manni? Já, það getur verið þannig og konur lýsaði stundum að þeim finnist bara allt vera dett út úr sér og svo framvegis og já, hafa þessa vonda tilfinningu að það sé engin stuðningur hann niður í grindin á þeim. Og þetta er svona vond tilfinning. En að sjálfsögðu fyrir bataferli í gangi eftir fæðingu, líka með nokkar grær og tekur alveg ótrúlega við sér. Við getum hjálpa rosalega mikið með því að fara vel með okkur, hlúa að okkur á þessum tíma eftir fæðingu. Bara þá hvílast eða? Fá næga hvíld, gera grindabóðsæfingar, passa upp á meldinguna. Já. 1, 2 og 3. Bara forðast hægðatregðu, gera allt sem hægt er til þess að hafa meldinguna góða. Hvað gerir hægðatregðan? Þú veist, hvernig truflar hún? Hægðatregðan vel tekur pláss Já. í grindarholinu. Já. Ristillin er stórt og mikið líffæri. Tekur pláss og ef það er hægðatregða þá þarftu kannski að rembast meira til þess að losa þig við hægðir og það getur haft mjög slæm áhrif. Og hægðatregða hefur til dæmis alltaf slæm áhrif á þvagfæraeinkenni, hvort sem það er þvagleki eða bráðbladra, oftíð þvaglát. Stundum þarf maður að byrja á því að leysa meldingamálin og maður þarf allavega að gera það alltaf samhliða því að takast á við alls konar þvagfæra einkenni. Já, ok. Og fyndist þér það ætti bara kannski að vera þannig að eftir fæðingu þá ætti bara allar konur að fara í svona skoðun? Þú veist, hjá sjúkraþjálfara til þess að taka stöðuna eða er þessi skoðun sem er eftir sko nú ég 3 börn og í minningunni var ekkert endilega eitthvað tjekkað á neinu eftir fæðingu ef fæðingin var eðlileg sko. Já, nú eru konur bara mjög stuttan tíma inn á sjúkrahúsi og það er eflaust ekki tími til þess að veita þeim sjúkrahúskerfi hefur kannski bara ekki getu til þess að skoða. Ég held að konur sem lendi mjög erfiðri fæðingu séu hvattar til að fara í eftirfylgni þó ég sé ekki starfandi inn á sjúkrahús og geti kannski ekki tjáð mig það. En sko, já, ég veit það ekki. Málið er að við megum ekki sjúkdómsvæða fæðingu meðgöngu. Nei. En í Frakklandi er öllum konum boðið upp á þjónustu eftir fæðingu og ég veit að það er í gangi ákveð verkefni í Breitlandi allavega svæðisbundið þar sem að er verið að fylgja konum eftir fæðingu og kannski fleiri löndum sem ég veit ekki nákvæmlega til, kannski Kanada. Þá er við að þjónustan mun betri hérna hjá okkur. Heilsugæslan hefur sennilega ekki fjármagn til þess að takast á þetta en þess vegna fór ég í raun og veru að hafa þetta sem valkost á mínu vinnustað eða í minni sjúkraþjálfun og kannski beinu framhaldi af mínu framhaldsnámi bæði meistaranámi og doktorsnámi. En nú ert þú farin að bjóða upp á mæðravernd eftir fæðingu? Já, ég byrjaði því í haust og hafði lengi hugsað mér að gera það en var lengi búin að vera í námsbrölti og lauk doktorsnámi á því herrans árið 2020, COVID-árunum mikla og sem sagt byrjaði þessi síðastlið haust þar sem er þetta valkostu fyrir konur að koma eftir fæðingu og viðræfi mig þær áhyggjur eða þau mál sem þær vilja láta athuga og það er oft styrkur í grindabotni, þvagfæra einkenni, það er áhyggjur af kvið og þessar endurheimt sem að hérna þær eru óvissar með. Margar konur fara náttúrulega mjög vel í gegnum fæðingu og ná fyrir heilsu en fæðingin hefur náttúrulega oft afgerandi áhrif á heilsu okkar og jafnvel til lengri tíma. Og þess vegna þurfa konur kannski að hafa vettvang til þess að ræða áhyggjur sínar, fá fræðslu og fá stuðning og fá leiðbeiningar. Því að í mörgum tilvikum er það kannski ekkit endilega svo flókið eða ekki svo mikið langvarandi en það eru bara svo margar konur sem að halda kannski að sé einar í heiminum að glíma við einhver óþægindi. Og kannski er þetta líka bara viðkvæmt mál að ræða það? Já, og þær eru kannski ekki að ræða þetta við sína nánustu og kannski ekki við heilbrigðisstarfsmenn eins og ljósmæðri eða hjúkrunarfræðinga í mæðraeftirliti
hafa sjálfsögðu alltaf þennan kosta að panta tíma hjá lækni í eftir skoðun og ég er ekki að bjóða þjónustu sem kemur í staðin fyrir það, alls ekki, en mín sérfræði þekking er náttúrulega á sviði grindabósvöðva og almennrar kvenheilsu og hef talsviti málin að leggja á því sviði að styðja konur. Ég vil grípa aðeins boltana þegar þú talar sérfræðingur í grindabotninum og þú sagðir að konur ættu bara að byrja strax á grindabótsæfingum. Hvernig æfingar er þá best að gera? Flestum konum gagnast að gera grindabótsæfingar eftir fæðingu. Því að fæðingin er í sjálfu sér venjulegast mjög mikil veiking á grindabotni og meðgangan er það líka. Það er ekki bara fæðingin. Konur sem að fara í keisarafæðingu verða líka fyrir áhrifum af meðgöngunni og bæði hormóna tengt og síðan náttúrulega stækkandi legi og þrýstingi sem kemur niður og þannig að gera grindabótsæfingar hefur í raun og veru ekki aukaverkanir, sem það hefur venlegast ekki neinar slæmar afleiðingar í förmistir, það er í raun og veru nánast enga frábendinga frá því að gera grindabótsæfingar og flestum konum gagnast að styrkja grindabotnin og þá þurfum við að tala hlutina eins og þeir heita og við þurfum að gera æfingar sem við erum að draga saman vöðva í kringum endaþarm og leggöng og þvagrás og virkilega reyna að sjá fyrir okkur opin okkar og botnin þar sem við erum að reyna að loka og draga vöðvana inn á við, þá virkum við á fullkomlega, loka og lyfta, reynum að gera sterkt átak og rosalega góða hvíld á milli. Og í einstaka tilvikum ef að konur er að glíma og þá alveg ótengt fæðingu og meðgöngu í sumum tilvikum þegar konur er að glíma við ofspennu og verkjavandamál í grindabotni, þá eru grindabótsæfingar kannski ekki lausnin út af fyrir sig heldur þá þurfa þær kannski að læra slökun og öndun og fá leiðbeiningar með það eða jafnvel bara léttar blóðrásaræfingar til þess að í raun og veru að fá minna verkja ástand, að hjálpa blóðrásinni að hafa góð áhrif á vöðva ástandi. En við höfum flestar gott á því að gera grindabótsæfingar reglulega, þess sem við spennum fast og slökum á, rétt eins og þegar við verum að gera aðra styrtaræfingar, sem gerum gott átak, slökum á, það er góð áhrif á blóðrás, það byggir upp vöðvavefinn, hjálpar vöðvunum að þéttast þannig að þeir veiti aftur þennan stuðning sem þeir gerðu áður en þeir veiktust. Hversu lengi, er það margar sekundur að halda? Ef við þurfum í raun og veru að hugsa svolítið grindabotnin eins og aðra vöðva. Þetta eru beinagrindavöðvar sem bregðast við þjálfun mjög vel í flestum tilvikum. Ef að konur hafa svona gott taugasamband við vöðvan og finna þá. Og þá þurfum við bara að gera sterkt og mikið átaki, kannski 5-6 sekundur og slaka vel á og anda djúpt og leyfa blóðrásinni að koma til þess og vöðvanum að hvíla augnablik til þess að fara að stað í nýjan samdrátt. Sérstaklega mikilvægt ef við erum með mjög veika vöðva að þá kannski þola er ekki non-stop afsækislettuna æfingar því að mjög veiki vöðva sem hafa tognað eins og fæðingin hún er raun og veru eins og tognun á vöðvanum. Grindabótsvöðvarnir þeir geta teygst langt umfram hvíldarlengd sína. Ég heldur geti farið þrefalda hvíldarlengd sína í gegnum þegar höfuð er að koma út. Þannig að þeir í raun og veru, þetta eru algjörar hetjur og ná sér oft ótrúlega vel, grindabótsvöðvarnir, bregðast vel við þjálfun, en þeir kannski þola ekki brjálæðislegt æfingálag, ég má segja, þannig að maður getur í raun og veru bara að byrja létt. En það er í raun og veru má alltaf byrja að gera grindabótsæfingar bara strax eftir fæðingu. Bara þá er jafnvel bara spenna og slaka í rólegheitum bara, ekkert halda neitt lengi. En svo þurfum við að færa okkur upp í það að vera að spenna 5-6 sekundur og gera eins kröftugt átak og við getum og slaka svo vel á. Lykilatriði að við séum að finna við séum að gera rétt. Hreyfingin þarf alltaf að vera inn í kroppinn og það er mjög mikilvægt að hafa því í huga því að það hafa nokkra rannsóknir eða margar rannsóknir en sýnt fram á það að yfir 30% kvenna spennir rangt. Ok, hvernig þá? Þá annarkvort spenna er bara kviðin, herpa bara rassvöðvana stóru eða klemma saman og nota innanlæri svöðvana eða íta niður. Þannig að rembast niður á vöðvana sem er þá bara til þess að teygja þá. Eins og þegar við erum að hafa hægðir til dæmis.
Þannig að við þurfum alltaf að hugsa að við séum að loka og lyfta og það er mjög auðvelt fyrir konur að fullvissa sig að sé að gera rétt og það er bara að styðja fingurgómum við grindabotnin annarkvort á bertholdið eða bara í þunnu nærbuxum sem helst ekki hafa eitthvað mikla buxur á milli eða eitthvað eða setja fingur í legugöng og finna það að maður spennir í kringum fingurinn og tósa fingurinn svolítið inn á við. Þannig að við þurfum að snerta okkur, við þurfum að þekkja kroppinn okkar. Yeah. Og hérna, ef að það gengur ekki eins og sumar konur, það geta týnt grindabótsvöðanum og þurfa stundum hjálp og leiðsögn til þess að finna hann aftur. Ég þekki eina sem að segist alltaf að gera grindabótsæfingar á rauðu ljósi þegar hún er stopp í umferðinni. Er það sniðugt að bara hafa einhverja svona reglu, gera þetta reglulega eins og aðrar æfingar? Eða er það óþarfi þegar maður er ekki stefa börnin orðin 20 eða eitthvað skilur þau? Það er mjög gott að gera grindabótsæfingar reglulega. Já. Og sumar konur fara í gegnum allt lífið án þess að finna nokkuð tíman fyrir veikleika einkennum og þær þurfa kannski ekki sérstaklega að hafa ágjur á þessu. En málið er það að þegar við erum tiltölu ungar og erum að eignast börnin okkar, þá erum við í raun og veru með svo mikla endurnýjun á okkar vefjum eins og frumu endurnýjun og vöðva uppbyggingu sem er bara vegna þess að við höfum góða hormónastöðu og við erum ungar og allir þessi endurnýjun í líkamanum er hröð. Það hjálpar okkur ofta að vera einkennalausa framan af ævi síðan í kringum breytingaskeið og seinna þegar við verðum bæði fyrir hormónatapi í raun og veru í kringum breytingaskeið og síðan aldurstengda breytingar á vöðvavef ef maður notar hann ekki, að þá getum við farið að fá aukin einkenni bara vegna þess að það er ekki þessi endurnýjun í líkamannum og við erum rosalega hormónadrifin. Við erum með östrógen, við taka nánast allstæðar í líkamannum. Þannig að meðan við erum með þetta frábæra hormón östrógen í gangi, sem er bara eitt af mörgum hormónum, að þá er svona hvað sé meiri frískleiki eða styrkleiki í gangi í mörgu. Þannig að gera grindabótsæfingar er í raun og veru hið besta mál að gera það reglulega, finna sína rútínu, hvað sem það er í tengslum við ræktina, einhvern tíma dags. Það má kannski segja að það er erfiðara að styrkja sig upp í það að vera sterkur en að halda sig þar. Ég er líkið svo oft við fjallgöngu, það er erfiðara að komast upp á fjallið. Ég elska fjallgöngu. Og það er erfiðar að komast upp á fjallið heldur en að labba upp á hásléttunni. Þannig að við getum þurft að vinna talsvert í því að ná upp góðan styrk í grindabotni. Það er auðveldar að halda þeim styrk en það krefst viðhalds. Og það má líka segja að það er allt betra en ekki neitt og versta í þessu er að tapa tilfinningunni fyrir grindabotni. Þess vegna má kannski segja að það er ekkert að því að gera grindabótsæfingar á rauðu ljósi en hérna það er ekki nóg. Nei. Og hvað gerir þú alltaf á grænljósi? Já, það byrjar aldrei. Grín. En það er sannarlega betra en ekki neitt. En það er oft gott kannski að tengja þetta við ræktina. Busta tennur. Já, busta tennur, gera þetta áður og sofnar. Ég myndi samt ráðleggja konum að áður en þær fara að sofa frekar að taka slökun og öndun. Frekar að gera grindabótsæfingar, frekar reyna að anda svolítið niður í kviðinn. Losum spennuna í grindabotninum því að það er oft líka það sem konur að glíma við, það er halda í spennu og það er ekkert æskilegt. Það er líka að sleppa þessum vöðum og leyfa þeim að hvíla sig. En að gera þetta einhverju reglu og kannski annað hver dag að gera æfingar. Og hversu lengi einu? Taka 10 æfingar með þessari sæmilega góðu hvíldamilli, kröftugar æfingar í 5-6 sekundur, 10 í einu. Er bara eins og að taka styrktarþjálfuna sem að lifta næstu því hámarksþyngdinni í 10 skipti. Frekar að taka styrktarþjálfun fyrir grindabotnin heldur en úthaldsþjálfun sem að myndi þá fela í sér að taka 100 samdrætti. Þeir væru alltaf miklu veikari. Þú gerir ekki 100 endurtekningar eða 30 endurtekningar nema að endurtekningin er orðin miklu veikari heldur en þú gerir 10 og það sem skiptir máli þarna er að fara eftir lögmálum styrktarþjálfunar, geri þéttari vöðva í grindabotninum, gefa meiri stuðning við líffærin okkar, halda utan við þvagrásina betur, styðja við blöðruna og legið og veita rislinum aðhald.
og í raun og veru oft er auðveldara að pissa og auðveldara að losa hægðir með sterkan grindabotn. En sterkur grindabotn á líka að kunna slaka á. Já. Það er líka mikilvægt. Þú talaður að var hægt að vera með of sterkan eða svona of mikla spennu þarna líka. Já, sko, ofspenna hefur ekkert með styrka að gera. Nei, ok. Ofspendir vöðvar eru venjulegast veikir. Þeir eru bara illa starfandi vöðvar og þeir eru ekki heilbrigðir. Okay. Og það eru til þetta er mjög svona stórt og mikið hugtak og það er himinn og haf á milli einstaklinga með ofspennu í grindabotni og kallmenn geta líka verið með ofspennu í grindabotni og mikla verki. Þannig það á ekki bara við konur, en alvarlegustu einkenni ofspennu í grindabotni eru verkir og til dæmis að geta ekki stunda kynlíf, geta ekki haft samfarir, geta ekki sett túrtappa í leggung eða nota bikar, eiga erfitt með að pissa og hafa hægðir og hérna bara vera mjög verkjaður. Af hverju gerist þessi ofspenna? Það er ekkert einfalt. Nei. Það getur verið afleiðing af einhvers konar íþróttaiðkun, það getur verið tengt kvíðavandamálum, það getur verið tengt endó. Í mörgum tilvikum vitum við ekki af hverju það er. Það getur verið tengt áfallasögu. Þá er mjög mikilvægt að það séu fleiri en sjúkraþjálfarinn í teiminu. Það þarf að tala við fleiri aðila og viðkomandi þarf að fá hjálp víðar. Okay. Þannig að það getur líka verið tengt öðrum sjúkdómum eins og ákveðnum gigtategundum og bakvandamál geta leitt til ofspennu í grindabotni. Bara líkaminn er að passa upp á ykkur staðar þar sem eru verkir, bregst svona við. Það er gott að hafa í huga grindabotnin í frumstæður. Þetta er eins og að bíta á kjálkan. Grindabotnin hérna áður fyrr hreyfði á okkur rófuna. Já. og hérna spendýr með skottið að rófu sína oft ástand sitt með því að þú getur séð hverju staðan á skottinu, er dýri hrætt, er dýri árásarham og það eru merki sem að grindabotnin spennir eða slakar, hefur áhrif á hérna stöðun hróbeininu. Áhugavert. Þannig að hann er frumstæður. Já. Og bregst við alls konar álagi líka. Þannig að þeir sem eru með ofspennu gagnast meira hvíld og slökun frekar en grindabotnsæfingum. Sagði það ekki á þann? Jú, en þetta er ekkert einfalt. Það þarf að horfa á hlustamannskjuna, heyra hvað hann er að segja. Og það getur verið svo margt í sögunni sem það þarf kannski að hugsa baki, það þarf að liðka kannski eitthvað þar, það þarf að huga meðmar ástandi, það þarf að hlusta á hvað hefur mótað lífið, hvernig hefur lífið mótað sig á þessari mannsku og það geta verið undirliggjandi sjúkdómar og svo framvegis, en þá sendur ekki mannskuna heim að gera 10 grindabotnsæfingar 3 á dag heldur, það þarf að vinna í mörgu öðru, það þarf kannski dílatóra meðferð, það þarf innri meðferð, kenna mannskun, gefa henni verkfæri til að taka á þetta sjálf. Fólk getur meðhendla sig með sín megin fingurum eða puttum og tekið á og nota nuddbolta, það þarf kannski að liðka í kringum jaðmir, það þarf að fara í gegnum öndun og nefndu það. Þannig að bandöfslósun geti aðstöðað. Já, svona, já. Hún gæti það. Hún er kannski ekki nema tímabundin lausn og ekki varanleg lausn, hún getur hjálpað. En er einhver ákveðin aldur, þú veist, hvenær ættu konur að byrja að gera grindabotnsæfingar? Bara þeim er orðin kynþroska eða hvenær gagnast? Ég held að það sé mjög mikilvægt að konur verði meðvitaðar að hlúa að þessum líkamshluta ekki síður en öðrum, síðasta lagi á fyrstu meðgöngu. Okay. Og það er öll fræðslega af hennu góða og að fræða yngri stúlkur og yngri konur mikilvægi almennrar kvenheilsu er af hennu góða. En ég hef oft heyrt ég hef oft orðið vör við að meina ég að á meðan það snertir þig ekki þá kannski tekur það ekki inn á þig að hafa áhyggjur af því og
En fræðsla, hún situr hann alltaf kannski eitthvað starf í bakhöfðinu, en að konur í kringu fyrstu meðgöngu og eftir fæðingu sé meðvitaður það að gleyma ekki þessum þætti heilsunar. Það til mjög mikilvægt. En skiptir einhverju máli hvort maður gerir grindabótsæfingar sitjandi, standandi, liggjandi? Nei, það að gera grindabótsæfingar í sem fjölbreyttastan hátt. En stundum ef að grindabóttin er mjög veikur, þá verður kannski að byrja liggjandi eða á 4 fótum. Nærð kannski ekki tökum á vöðvanum öðruvísi. Að sitja og standa er aðeins þyngra, en að samaskapið þá kannski meira styrkjandi. Þannig að maður þarf svolítið svona að sjá hvað manneskjan ræði við, hvaða stelling hentar henni og síðan er það í raun og veru bara að láta líka mann takast á við hlutina í sem fjölbreyttri stöðu. Já. Sko þú talaði hans íþróttakonur áðan. Er þar stundum líka svona ofspenna bara af völdum íþróttaiðkunar? Getur það haft áhrif á bara heilsuna þeirra og fæðinguna og meðgönguna? Það bara það að vera íþróttakona. Er munur á grindabotni íþróttakvenna og annara? Maður hefur heyrt það en... Flesta rannsóknir sýna það að íþróttakonur er ekki með sterkari grindabotni en aðrar konur. Og flestar íþróttagreinar ætlaði ég að segja gera ekki beint kröfur einhvern sérstakann styrk í grindabotni og ein rannsókn af mínum rannsóknum í doktorsnáminu snýra fæðingarútkomu íþróttakvenna. Og það hafa verið svona svolítið mýtur í gangi í heiminum íþróttakonur og grindabotn og fæðingar. En ég fekk mjög stóran hóp og ég fekk stóran hóp afreksíþróttakvenna á Íslandi og svo samanburði við konur sem ekki æfðu reglulega og íþróttakonur komu ekki verið út og sumuleyti betur úr fæðingu heldur en samanburðarhópurinn í minni rannsókn. Já, var talið að fæðingarna væru erfiðari? Já, það svona kom fram í lítilli rannsókn fyrir nokkrum árum síðan og hefur svona svolítið einhvern veginn fest í umræðu að svo geti verið en síðan þá hefur margt afsannað það og þar á meðal margar rannsóknir sem sýna fram á það að íþróttakonur eru ekki með sterkari grindabotni en aðrar. En það þetta hugtak að vera íþróttakonu er náttúrulega risastórt stórt hugtak. Íþróttakonur eru undir meira líkamlega álagi en aðrar konur og að því leitinu geta þær verið að ýta niður og setja mikið álanir á grindabotnin og íþróttakonur hafa miklu hærri tíðni þvagleika en aðrar konur á sama aldri. Ræðum það endilega aðeins. Já, sko, íþróttakonur eru flestar ekki búin að rega börn sem betur fyrir að fá fleiri og fleiri íþróttakonur sem halda áfram á sínu ferli eftir að hafa átt sín börn. Það er bara frábært að sjá það. En þá tekur konur sem eru á topp í sinni íþróttaiðkun og ber saman við konur sem ekki æfa svo greimt að þá eru íþróttakonur með miklu hærri tíðni þvagleika en almennt konur sem eru ekki undir þessu íþróttaálagi í sínu kroppi. Hver er ástæðan fyrir því? Það er til dæmis vegna þess að þær eru undir meira líkamlega álagi og eru kannski að beita þrýstingi niður og eru að hoppa og stökkva og grindabotnið þeirra nær ekki að stoppa þegar þrýstingur kemur ofan frá blöðruna þegar það spenna til dæmis kviðin sem til dæmis bara í einhverjum frjálsmíþróttum sem eru stökk eða blak eða eitthvað, bara nefnum dæmi þá kemur mjög mikil kviðarhólsþrýstingur af því það kemur mikil spenn í kvið og þá kannski ræðir ekki grindabotnin við það og þvag lekur niður úr blöðru gegnum þvagra og svo út og til dæmis konur í kraftlyftingum sem eru að lyfta mjög miklum þyngdum ráða stundum ekki við. Stundum er þetta spurningum tækni og það er mjög oft hægt að hjálpa konum sem eru í íþróttum. Geta það gert æfingar? Já, þetta er oft spurningum tækni, þetta er líka oft spurningum að styrkja grindabotnin og tækni og er tækni þá kannski hvernig þeir beita sér? Já, hvernig þeir beita sér, já. Og það getur líka verið eins og til dæmis það getur verið spurningum hlaupalag og ýmislegt, það getur verið spurningum tímasetningu
grindaboss samdráttarins, þannig að þú veist, enginn einst þarna frekar en í öðru og það til dæmis þarf kannski að hjálpa, eða semst leiðbeina sömu konum að ná upp snöggum samdrætti. Það eru kannski með hægan samdrátt eða eru seinar að koma inn, að því að samdrátturinn að hjálpa til við að loka þvagrásinni til þess að standast þetta álagað ofan. En þetta bara svona eitt dæmi, það getur verið svo margt, en það getur til dæmis verið að styrkja. Aftur á móti sjáum við í sumum íþróttagreinum að það er líklegt að það byggist upp mikil spenna og að sumar íþróttagreinar eru kannski líklegri til þess að þær ungu konur sitja uppi með ofspennu. Okay. Og það er kannski hægt að nefna fimleika og jafnvel ballett, og það sem að líkamsstaðan veldur spennu. En stundum þarf að ná upp kannski aðeins meiri liðleika í beitinguna. Já. Ég ætla ekki að segja að ég sé sérfræðingur á því sviði, en það er mjög oft hægt að hjálpa. Já. Ég þekki nefnilega rosalega mörg dæmi því nú er ég búin að æfa crossfit í 15 ár. Það er svo algengt að konur þegar það er að sippa að þá, þú veist, missið að þvag. Og bara sumar bara gera ekki ákveðna æfingu sem heitir 2-fold sipp, bara því að þær vita þá bara að það pissa á sig. Já. Þannig að þær geta þá æft þetta, eða? Margar þeirra geta orðið betri og ég hef fengið margar crossfit konur í sjúkraþjálfun, heldur betur, en sipp og 2-fold sipp er mikla kröfur. Og kassahopp oft líka. Já, kassahopp, það er þessi snöggu hopp og lendingar þar sem að getur verið erfitt fyrir miðjuna okkar að takast á við höggið sem kemur í gegnum kroppinn. Og snörun í olympískum lyftingum hef ég líka heyrt. Já. Mikið álag. Það er mikið álag. Og þá getur þetta verið svona kannski spurning hvaða þættir það eru sem eru að valda þessu. En þetta er náttúrulega sko svo þetta er svo mikil hröðun og svo mikil lending. Já. Þannig að þessar íþróttagreinar sem að fela í sér lendingu, hopp og lendingu sem við kallum oft high impact íþróttagreinar. Íþróttagreinar sem eru low impact, ef við má sletta, eru til dæmis svo sund, golf, ganga, það sem þú ert ekki að hoppa og lenda. Er kannski öðruvísi áskorun fyrir kvenlíkamann. Já. En svo líka því að nú er ég kalla mig íþróttakonu og þegar við erum óléttar þá fara kviðvöðunar oft svolítið mikið gliðna í sundur. Er það eitthvað sem þið eru líka að vinna með mikið í sjúkraþjálfuninni? Já, í sjálfu sér erum við að skoða það og konur hafa, þetta er mjög eðlilegt ferli, þetta er náttúrulegt ferli að það gerist. Og það er meðal annars vegna hormónáhrifa því það slaknar á bandvefnum vegna hormónáhrifa meðgöngu. Og miðlínan í kviðvöðunum, henni er eingöngu haldið saman af bandið, það er engin vöðvar sem krossa miðlínu í kviðvöðum, þess vegna verður stundum þetta gap og í flestum tilvikum gengur það saman og í flestum tilvikum eru kviðvöðarnir algjörlega starfhæfir þó það haldist smá gap og það er talað um það þó séu kannski 2 fingurbreitir að þá er það eðlilegt og það finnst jafnvel á karlmönnum 2 fingra bil milli kviðvöða. Já. Ég man það var svona eins og Toblerone. Já. Þú veist, þegar maður spennti í fyrst. Akkurat. En það gekk tilbaka hjá mér en ekki alveg. Ég kemur örugglega 2 fingrum svona eins og flass. Mjög margar íþróttakonur hef ég heyrt. Já, og þá er það, má segja að það sé arfgengt eins og við erum að tala um aðra þætti sem að tengjast hvers konar bandvef þú hefur fengið í vöggugjöf frá þínum foreldrum. Okay. Og aðalmálið er að kviðvöðnir séu starfhæfir. Þetta getur við skoðað í sónar og í sjálfsögðu í svona starfrænum prófum þar sem við athugum ýmis hreyfimunstur og sjáum hvernig kviðvöðnir bregðast við, svo lyfta höfði, lyfta á ská, láta fótlegg síga og svo framins og sjá hvernig kviðvöðnir koma inn. En við getum skoðað starfsemi kviðvöðva síðan í sónar og séð hvernig
áhrif átak hefur á þessa miðlínu og hvort að við náum inn djúpu vöðvunum sem svo mikilvægir upp á allar stuðningu í bak og fleira. En er betra að sleppa ákveðnum æfingum á meðgöngu til þess að minnka líkunar á að það gleðni meiri sundur kviðvöðnir? Ég kannski vil ekki fullir að neitt það, en það sem við höfum verið að fá núna á síðustu árum eru miklu betri rannsóknir á hegðun þessara miðlínu og kviðvöðva. Það frekar nýtt og hafa verið að koma mjög flotta rannsóknir og sem doktorsnám hjá sjúkraþjálfurum meðal annars í Noregi á hegðun kviðvöðva og það búið að vera að afsanna aftur nokkrar mýtur varðandi hvaða kviðvöðvaæfingar voru innan gæsalappa bannaðar vegna þess að það áttu að hafa slæm áhrif. En það búið að hrekja svolítið af slíku. En það þarf kannski að skoða það í hverju einu tilviki. Í flestum tilvikum gagnast á okkur að vera með sterka vöðva. En við getum aftur á móti kannski aðlagað álag. Við getum verið að gera kannski, ef okkur finnst gliðnunin vera mikil, þá gætum við hugsanlega farið varlega og verið að gera æfingar kannski meira standandi. Við getum gert alls konar æfingar, vera tói bönd, vera að lyfta upp þungu og svo framvegis en hérna ég myndi kannski ekki vilja tjá mig fullkomlega fyrir að kynna mér ítarlega allar þessar fínu rannsóknir en allavega eru við oftast betri virkar en óvirkar og það í raun og veru aldrei neinum vöðvum eða heilsu okkar í heild í hag að gera ekki æfingar. Hvern líka minn algjör töffari. Já, þetta nú bara flott nafn á þáttinn. Þannig komstu með það. Ef að hoppa yfir aðeins í breytingaskeið, það minnst það svo hot topic, eru marga konur sem leita til kvenheilsusjúkraþjálfara. Segðu það bara. Eru marga konur sem leita til kvenheilsusjúkraþjálfara á breytingaskeiði af því að einhverja breytingar vegna hormónastarfsemi eitthvað mikið sem gerist þá? Já, þær koma sem betur fer og þá segja enn og aftur mestu skiptir að konur viti að það sé til fjölbreytt hjálp í þeirra kvenheilsumálum, hvað sem eru læknar, sálfræðingar, kynfræðingar eða sjúkraþjálfarar. Er það bara helst að því að estrógenið að minnka? Já, konur verða fyrir mjög miklum breytingum þegar að þessi hormónamettun okkar breytist og það getur verið eins og ég sagði áðan að þá fá konur kannski allt í einu þvægleika sem ekki höfðu það. Rétt upp hönd hérna bara. Jöfnuðu sig kannski ágætlega eftir fæðingar en svo allt í einu fara þeir að glíma við þetta og grindabotnin okkar líka hormónadrifin og svo annað að slímhúðir í þvagrásum og í leggöngum eru mjög oströkan drifnar og þegar í kringum breytingaskeið þegar slímhúðirnar okkar verða gistnari eða ekki jafn fullkomnar og fyrr á æfinni að þá eitt varnarkerfið farið að veikjast af því við erum ekki bara vöðvar eða bandverum, við líka slímhúðir og sléttir vöðvar og öll þessi kerfi eru hormónadrifin. Þannig að við getum þurft að vega upp ákveðna breytingar með auknum styrk eða bara líkamsvitund og í raun og veru aftur að þessari líkamsbeitingu. Margar konur fá aukna liðverki í kringum breytingaskeið og svona styrleika og hérna skal ég segja þér aukinn styrleika og kannski verkjavandamál sem þær höfðu ekki áður. Oft fara konur oft eru fyrstu einkenni breytingaskeiðs að fara að sofa illa og það var til dæmis í mínu tilviki. Mörgum árum áður en að ég fyrir gegnum breytingaskeið þá ég fann að sofa illa og fattaði ekki finn ég fyrir á hormónuppbóta meðferð að allt í nú kom svefn tilbaka sem að og ég bara þá kviknaði perunni bara vá. Margar konur í kringum breytingaskeið eru að koma vegna þess að þær fara að upplifa sársauka í kynlífi, sem sitt samförum og það er meðal annars kannski tengt
slímhúðum og viðkvæmari vöðvum og það náttúrulega oft hægt að hjálpa þeim. Þessar konur hafa sem betur fyrir flesta fara líka til læknis og fengi kannski ef að þær eru kandidatar í hormónameðferð en þarna skiptir máli mitt að nota góð sleipefni og hérna læra á kroppin sinn og þær þurfa stundum að ná niður spennu sem hefur byggst upp út af verkjum sem að tengist kannski slímhúðbreytingum. Já, því að oft leitar maður ekki til læknis eða sjúkraþjálfara eða fagaðilega fyrr en þetta er orðið alvarlegt vandamál. Það er málið. Þannig að konur eru ofta að bíða og sjá og margar náttúrulega reyna aðferðir sem betur fyrir fara margar eða pör og fá sér sleipefni. Það er aldrei nógu vel talað sleipefni og mikilvægi þess og til dæmis fyrir konur í kringu fæðingu og konur sem eru með barn á brjósti. Þær þurfa heldur betur að huga því að þegar þær eru tilbúnar í kynlíf, það þarf alltaf að vera forsendum hennar. Já. Eða semst allar einstaklinga að það langi til þess að stunda kynlíf, maður gera það kannski ekki beint að skyldurækni heldur vegna sem maður hefur brennandi áhuga á því að það voru nota sleipefni og vanda sig, kaupa góð sleipefni, ekki spara þar. Já. Það getur gert gæfumuninn. Já, og það hjálpar til bara því að það er bara þurrkur og þurrkur, sárar, viðkvæmar slímhúðir, hvað sem er í kringu fæðingu og við brjóstagjöf á því tímabili og svo aftur í kringu breytingaskeið og bara fram eftir öllum aldri. Og þetta með kynhvötina er náttúrulega bara svo einstaklingsbundið hversu lengi hún er öflug. En það er alltaf kynlíf og aldrei að vera sárt. Ég fæ mjög mikið á konum sem er að glíma við sársauka í samförum. Það er bara, kynlíf á aldrei að vera sárt og það er mikið hægt að gera og það er þetta valdefla konur og gefa þeim aðferðir og verkfæri til þess að hérna komast út úr því. Að finna til í mörgum tilvikum. Gott að koma þessu að. Þetta er ótrúlega mikilvægar upplýsingar. En er varðandi mastersrannsóknin og doktorsrannsóknir, þú ert aðeins búin að nefna það, var það aðalega varðandi mæðraverndina eða hvað? Já, því það bara gerðist einhvern veginn þannig að í meistaranámi þá maður er náttúrulega að leita viðráðanlegum verkefnum og í samráði við leiðbeinanda minn í Oslós sem fór með mér í gegnum meistara og doktorsnám, hún er Dr. Kari Bø sem er einn svona stærsti vísindamaður á þessu svið bara í heiminum og ég er ótrúlega heppin og skildi segja já við mig og sem sagt meistaraverkefni við snerist að fylgja eftir konum frá meðgöngu og fram með fæðingu og kanna styrkbreytingar í grindabósvöðum og sem sagt það sem þar voru styrkmældar á miðri meðgöngu og spurðar einkenni frá grindabotni og síðan aftur 6 vikum eftir fæðingu og svo síðan hálfu ári og 1 ár eftir fæðingu og þeim fylgt eftir með styrkbreytingar yfir þetta tímabil og síðan í doktorsnáminu að þá voru konur, fékk í stóran hóp kvenna á 800 kvenna, íslenskra kvenna að svara spurningalista einkenni frá grindabotni eftir fæðingu. Og síðan voru þær konur sem voru með þvagleika einkenni boðið í meðferð, sjúkraþjálfara og sambærilegum, jafnstórum hópi sem voru sambærirhópur sem fengu enga meðferð. Allt voru þetta konur sem voru með einkenni, þvagleika og veikleika einkenni frá endaþarmi. Og þetta var önnur rannsókn og síðan var þessi rannsókn með íþróttakonur og fæðingarútkomu þeirra og svo má segja 4. rannsóknin sem var eiginlega afurð einnar rannsóknar að kanna líka áhrif þjálfunar hjá sjúkraþjálfara á sig einkenni. Og hver eru svona helstu niðurstöðunar ef það er hægt að draga það saman? Já, ég var búin að tala íþróttakonurnar og þeirra ágætu útkomu. Stóra rannsóknin mín sem var með á 800 kvenna þar sem ég spurði þær einkenni frá grindabotni á 2. til 3. mánuði eftir fæðingu þá var í kringum helmingur þeirra með þvagleika og það getur verið bráða þvagleiki eða áreynslu þvagleiki í kringum 60% þeirra hefðu einkenni frá endaþarmi og það er sem sagt það geta ekki haldið lofti eða missa hægðir. Flestar voru með vægar einkenni eins og það get ekki haldið lofti, get ekki haldið ís þegar það þurfa að prumpa.
Þannig að aftur segi, það er mjög mikilvægt að nefna hlutina það sem þeir heita. Já. Og þetta getur náttúrulega verið mjög hvimleitt og mjög svona slæm áhrif á konur að hafa ekki stjórn á þessum líkamshluta. Af þeim konur sem voru orðnar kynferðislega aktívar voru hátt í 70% að glíma við verki í samfélaginu. Vá. Já, og það kannski tengist í svolítið að þær eru líka með viðkvæma slímhúðir. En þetta er mjög hátala og síðan var cirka þriðjungur þeirra að glíma við sig-einkenni. Þetta er allt saman sjálfsmetið. Okay. Og með spurningalista sem er viðurkennd spurningalisti. Þetta voru allt saman frumbyrjur, þannig að sig-einkenni eru sjaldgæfust hjá frumbyrjum en aukast í takt við fjöldafæðinga. Þannig að það kom ekkert óvart að það var bara þriðjungur er samt hátala. Já, mér finnst það. En það sem við vitum þessar háu tölur við vitum að það lækka. Og 1 ári eftir fæðingu eru þessar tölur orðnar lægri. Já. En þær eru samt sem áður miklu hærri en fyrir fæðingu. Sem sagt áður en að konu verða óléttar. Og við vitum það líka að hluti kvenna verður aldrei samur. Þess vegna er svo mikilvægt að þær viti að það er til hjálp og það er oft ekki svo flókið að fá hjálp sem þetta verða betri og fá betri lífsgæði. Það er það sem ég finnst svo mikilvægt að þær viti það sé að leita víða og ekki gefast upp. Já, æðislegt bara. Mér langar svona rétt í lokin að því ég spyr alla sem koma til mín hvað er heilsa fyrir þér? Því nú snýst þetta hlaðvarp heilsu. Gífurlega stór spurning. Sko, heilsa þarf að vera líkamleg, andleg og hún þarf að vera félagsleg líka. Og heilsa er örugglega ekki það sama hjá öllum. Þú getur verið hreyfihamlaður eða áttu við föllun að stríða en telur þið hafa góða heilsu, kannski það hefur góða andlega heilsu, þú spilar vel úr því sem þú hefur og þú hefur góða félagslega heilsu. Þetta er svona einhver velferð og einhver svona geta til þess að njóta lífsins. Já. Og þessi þættir þurfa helst allir að vera til staðar. Þetta er stór spurning, ég hef ekki einfalt svar. Nei, en það er bara allir með sitt svar. Hvað er heilsa fyrir þér? Það er þannig að velferð, geta gert það sem ég vil, hafa ekki margar takmarkanir. Og bara í sambandi við allt þetta sem ég er að segja þá er sko andleg heilsa ekki síður mikilvægin líkamleg heilsa. Já. Við þurfum að muna það. Þú upplifir það hjá skjólstæðingunum sem koma til þín, að hún hefur mikil áhrif? Já. Hún hefur það. Skiptir miklu máli. Einmitt. Þannig að til þess að hugsa vel hvern heilsuna sína, hvað getum við þá gert? Vera meðvituð þess að þætti sem að við hefum ekki að, ekki sleppa því að reyna að gera hlutinni skoða eins og þeir geta verið, hlúa sér andlega, hreyfa sig. Já, og það er mjög margt sem liggur í manns eigin valdi varðandi heilsu. Og axla ábyrgð á eigin heilsu er mjög mikilvægt að því marki sem maður getur. Algjörlega. Það er bara takk kærlega fyrir. Þetta var mjög áhugavert og ég lærði helling og vonandi þeir sem er hlusta líka. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér að koma. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsu Erla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.